Hvað getum við gert hér? 3,5, lesum þetta sem 3 heilir og 1 við 2 er hálfur. 3,5 mínus 1/4. Já, ég get ekki dregið þetta frá strax því það er ekki sami nefnari, en ég sé að þetta brot er minni en þetta, þannig ég ætla að prófa að skrifa þetta sem 3 og 2/4. Ég tók í raun og veru 1/4 og lengi það með 2. Til þess að fá, og þá get ég í raun, af því ég er með 3 heila, þess að 3 heila, og svo 2/4 parta, tek 1/4 parta og þá er ég með 3 heila og 1/4 part eftir. Þetta var nú frekar einfalt. Hér lendi ég eiginlega í þvælu, það eru 2 leiðir til þess að gera þetta. Annars vegar að taka heilu tölurnar sér og sjá hvort ég get ekki brotin af, en leið og þetta brot er stærra en þetta brot, sem það er endur ekki hér, þá þarf ég að fara að taka til láns, þannig ég ætla að sýna ykkur aðferð, þannig að ég þarf ekki að gera það. Þá ger ég í raun sinnum og plús, 5 sinnum 5 er 25 pluss 2 eru 27 fimmtupartar mínus sinnum og plús 3 sinnum 1 eru 3 pluss 1 eru 4 þriðju. Ég er að setja heilutölun inn í brotið. Því að 5 heilir eru 5 fimmtupartar. 5 fimmtupartar eru 25 fimmtupartar pluss þessi 2 sem voru hér. Nú þarf ég að lengja. Ég ætla að gera sinnum 3 hér, af því að það er 3 hérna, og sinnum 5 hér. Þá fæ ég 3 var 27 eru 81 15. Mínus 20 15. Það gefur mér svo mikið sem 61 15. Ég get ekki stytt það, en ég get skrifað það sem 4 heila og 1 15. Því að 15 15, 4 sinnum eru 60 15. Þetta er svarið. Þannig að við getum alltaf breytt svona tölu. Þetta er kölluð blandintala í óeiginlegt brot, sem er þetta hér. Því að þá get ég fundið bara samnefnara, þó að tölunar verði stórar og leiðilegar, þá getum við alltaf fundið út úr því.